7. þátt af Fitness Tips toppþjálfunar. Tipsið sem það fari í gegnum í dag tengist uppbytun. Þegar við erum að framkvæma hnébeygju, réttstöðulyftu eða spretti eða jafnvel einhvers konar hopp, þá er mjög mikilvægt að virkja rassvöðvann og vöðvann í kringum mjaðmarsvæðið. Ég er með 3 æfingar sem við getum gert bara með líkamsþyngd sem mjög gott er að gera í uppbytunarrútínu áður en þú byrjar að hita upp með stöngina eða fer bara beint inn í settið þitt. Þessar æfingar eru mjög einfaldar. Fyrsta æfingin, þá leggst á gólfið, lyftir öðru fætinum upp, spennir kviðinn og spennir rassinn. Lyftir upp 10 sinnum á fót og gott að halda síðustu 10 sekúndur og íta þessi rassvöðvann og sjá hvort hann sé ekki að vinna fullum. Þegar við búum með báðar hliðar, þá er gott að gera þess að þannig að við iljar saman og ítum fótunum á móti hverjum öðrum. Við tökum það sem kallast froskalyftur eða froskapump og spennum rassinn. Æfing sem Brett Contreras gerði mjög vinsæla. Gott að gera hann 12 stykki af því og þá ætti rassinn að fara að vinna vel og vandlega. Til að kveikja hérna utan á rassinum sem er glútmeitvöðvanum sem er oft stabiliserandi fyrir hnén, þá er mjög þægileg og einföld æfing, færi hliðarpronka á hnjánum, spenna rassinn og halda fætinum þannig að hnéð er fyrir ofan hitt hnéð og halda mjöðmannmar upp beinum. Halda þessari stöðu í 20–30 sekúndur og svo skipta yfir á hina hliðina. Þau eru búin að klára fram tíma, halda og þau eru búin að gera þessar 3 æfingar þá ættir þetta að ná að virkja mjaðmarsvæðið og sérstaklega þá rassvöðvana og til dæmis ef þú ert mjög stífur í mjöðmunum þá er alls ekki vitlaust og bara frábær hugmynd að teygja framan á mjaðmarbeygjuvöðvunum til að fá fulla virkni í rassvöðvana. Ég vona að þetta sé eitthvað sem þið getið nýtt ykkur. Endilega prófið þetta og látum mig vita hvernig gekk.